Ég ætlaði að tala Fab Lab í Reykjavík og Sætvind og hvernig það nýttist til þess að byrja að sanna þessa hugsmíð sem Sætvind En Fab Lab Reykjavík svona, við getum bara kallað það svona hugsmíðasetur raunar. Þetta Fabrication Laboratory, þetta ekki Fabulous Laboratory, en það það sem Fab Lab stendur fyrir, það Fabrication. Og þar hægt að búa til nánast hvað sem og við segjum að við smíðum framtíðina, mér svolítið flott svona, en það það sem við gerum. Og þetta byrjaði allt í MIT háskóla þegar að Neil Gershenfeld ákvað að stofna áfanga sem heitir How to Make Almost Anything. Og þessi áfangi, hann bjóst við að hann myndi fyllast af verkfræðingum sem voru leiðir á að vera bara í stærðfræðibókum. Og þeir komu að sjálfsögðu, en það kom líka mjög mikið af hönnuðum, kennurum, fólk alls staðar að háskólanum. En það svolítið sammannlegt að vilja skapa og búa eitthvað til. Við þessum eiginleika geta haft áhrif á umhverfi okkar með mjög skýrum og sterkum hætti. Þetta eitthvað sem við virðist bara hafa gert í allavega 80 ár þegar við byrjum að gera hús og borgir og þannig að þetta eitthvað sem mjög flott, svona einkennandi fyrir okkur. Þannig að við með þessa smiðju þar sem fólk kemur og fær hjálp bæði við að læra á tækni. Þannig að við erum að kenna þeim bara á hönnunarforrit, skurðarvélar, vélar sem að byggja upp, svona additive machine sem svona þrívíddarprentarar sem flestir þekkja. Við erum með rafeindaverkstæði, trésmíðaverkstæði, textílverkstæði, mótagerð og svo erum við núna að reyna að dýfa tánum inn í svona biolab. Og þá erum við að fara að búa til mísli, við erum að fara að búa til leður úr sveppum og alls konar. Þannig að það virkilega spennandi tímar framundan í því. En það sem okkur tekst líka að gera, fyrir utan það að tengja fólk saman, kenna þeim á tæknina, sem rosa stór partur af því sem við gerum. Við bjóðum upp á bara mjög vítt nám, en það að gefa frumkvöðlum tækifæri á að byrja að sanna hugmyndirnar sínar og sanna þessar hugsmíðar. Og það sérstaklega mikilvægt í dag vegna þess að í dag búum við þessar loftslagsáskorunir sem við verðum að fara að tekla. Og eina leiðin til að gera það að nýta vísindin og tæknina, ein af leiðunum allavega, vísindin og tæknina til þess að snúa þessu ástandi við. Og ein þessara hugmynda Sætvind og þau komið til okkar og byggu til sína svona fyrstu, hún voða smá, lítur út fyrir að vera en hún rosalega merkileg samt. Og hún bara með þrívíddarprentuð og laserskorin, en hún var notuð til að sýna fram á að hún fór í vindgöng og sýndi fram á að hún virkaði. Og fór upp í HR til að sanna það. Þannig að við sjáum að við erum komin með þessi element sem við þurfum. Við erum komin með fyrsta verkstæðið, við erum svo komin með rannsóknarstofurnar sem geta sýnt fram á þetta, en við þurfum bara svolítið að fara koma þessu saman, þannig að fara að vinna betur saman. Ég þess að heiti Óskar Svansson og þetta kona mín, María Kristín, og við erum stofnendur Sætvind og við erum að hanna og þróa færanlega vindtúrbínur í opnum gámum. Og þetta núna þetta að vera 33 ára gömul hugmynd sem ég fekk í menntaskóla. Þegar ég var að rífast við eðlisfræðikennara minn og ég sagði við hann að við myndum fara pottet á 6 skipaöld aftur og hann sagði aldrei hafa hitt annað eins fífl. Bara hvert á 6 skipaöld. Nýta vindinn aftur bara til siglinga. Við höfum gert það í 1000 ára en við hættum því í svona 60 ár. Við notuðum þess að vindinn með gufuskipunum til þess að spara orkuna. Og síðan fyrir einhverjum 4 árum þá settust við niður við eldhúsborðið og María sagði komdu nú með einhverja svona fáránlega hugmynd í einhverjum grænum lausnum og teiknaði niður. Þá gróf ég þetta upp af því það var svo dýrt að búa til vindorku fyrir 30 árum Þannig að ég teiknaði upp fyrir hana og ég held upp á þessa teikningu. Ég teiknaði upp fyrir hana það sem ég hugsaði fyrir 33 árum síðan. Og hún sagði bara, þetta geggjað maður, ég skildi ekki neitt í þessu. Og við fórum með þetta, og hún tók við þessu, og hún fór með þetta til verkfræðinga. Og þeir sögðu bara, þetta algjört rugl, þetta snýst ekki eins og En þá hittum við mann í skipageiranum sem sagði, af hverju farið ekki til Fab Lab og við látið bara prenta þetta út til okkur. Og við höfum ekki heyrt Fab Lab. Þannig að við hittum Arnar.
og hann prentaði út fyrir okkur þessa prótótípu og hún þurfti að vera svo nákvæm að ég þurfti að vera fyrir utan hurðina og hann sem sagt prentaði þessa prótótípu út fyrir okkur og þetta gjörbreytti bara öllu ferlinu í okkur að vera með hlut sem að við getum bara sýnt og þetta var bara pröfað í vindgöngum og þá erum við komið proof of concept og fengum svona jákvæð svona umtal hjá ráðurum og síðan þegar við vorum komið með sko vindgöng þessi mælingar úr vindgöngum þá var miklu betra fyrir okkur að fara og þá voru fyrirtæki sem heitir Inspire sem tók við og sóttum styrki fyrir okkur og þeir eru í sambandi við sko Cambridge og þeir eru með verkfræðideild þar og þeir spurja þetta hægt? Geturðu kjarnað þetta fyrir með þess? Ertu með myndbandi þar sem að sýnir vindmylluna? Ég held að það væri svolítið... Já, ég skal bara sýna ykkur þetta. Hvernig fer ég áfram? Pílan? Sko, hérna getið þið séð bara prótótípuna áður en að allt byrjaði hjá okkur og þarna fórum við með sko hárþurrku á hana til þess að sýna ráðurum bara hvernig hlutirnir virka. Það var mikið skref frá því að hlutur getur ekki snúist þangað til að getur snúist. En hugmyndin er svo að setja þetta á skip og þá nýtum við þessa hlíðarvinda og þess vegna heitir þetta sætvind. Við nýtum hlíðarvindana sem að skipið vill fá og við framleiðum orku þannig og hérna er CFD greining á vindflæði yfir skip og þá sér maður að það er miklu meiri vindur hérna upp á skipunum heldur annars staðar. Og hugmyndin er svo, og hún er náttúrulega að verða veruleika, að við tökum ónýta gám og við tökum hliðarnar úr gámnum og endurnýtum hann fær second life. Inn í þannig gám setjum við plasttúrbínu og hún er búin til úr komposíti og það er franskt fyrirtæki sem er að búa það til fyrir okkur. Og þetta er sett upp sem efsta lag á gámaflutningaskipin. Þannig að við tökum ekki neitt af gámaflutningaskipinu við eyðum einhver plási, það fer bara upp á fullestarskip. Það er með sér fallegt bara. Já, þetta er mjög flott. Fallegt. Þú getur séð hana, hún er í fullum skala á Selfossi núna. Já, hún er. En þarna ætlum við að nýta hlíðarvindana og skipið vill fá hlíðarvind, skipið vill ekki fara upp í vindinn. Og við getum nýtt þetta til þess að framleiða orku, skipið þarf 200 kW orku til þess að framleiða til að nota í þrýstigámana og til þess að búa til þá orku þá hefur skipið þurft að nota drif rafal sem er á öxlinum axle-auxiliary og það eyðir alveg gríðarlega orku. Íslensku skipin eins og þetta eyðir svona 40 tonnum á sólarhring af olíu. Það var kannski 4 tonn af því í rafmagnsframleiðslu. Þannig að við getum létt á vélinni, það er bara eins og að skipið sé að sigla niður brekku ef þú léttir á henni. En stærstu skipin náttúrulega þau eyða sko 220 til 340 tonnum á sólarhring. Þannig að það er rosalega mikli peningar og 60% af öllum kostnaði skipafélaga er olíukostnaður. Við fengum 20 milljónir frá Tækniþróunarsjóði í kringum 2020 og það lögðum við allt í að búa til prótótípu í fullri stærð, af því að Háskóli Íslands, þeir sögðu bara við getum ekki reiknað þetta út, við viljum bara sjá þetta í fullri stærð. Þannig að við settum 20 milljónir í að búa til prótótípu. Og síðan fengum við aftur 50 milljónir til þess að rannsaka hvernig nú virkar. Og við erum bara með þessast verkfræðinga í því, við erum ekki sjálf í því. Hérna getið þið séð ferilinn sko þegar við tókum bara ónýta gám sem við fengum gefins, sögðum bara hliðarnar úr honum og síðan hérna lét ég smíða fyrir mig túrbínuna og það öll blöð eru nákvæmlega eins. Þetta blað getur verið hérna, þetta getur verið hér. Allt þetta er bara svo Lego, eins einfalt og hægt er. Og hérna er hún tilbúin fyrir utan verkstæðið. Það getið þið séð hérna, þetta er konseptið sem er fyrir Austafjall og hann stendur upp á einum aukagámi til þess að fá aðeins meiri hæð. Og hérna getið þið séð mynd af því. Síðan fengum við náttúrulega Evrópustyrk sem við erum að vinna í núna. Evrópusambandið, það er koma svona köll og við höfum samband við Inspiralia úti og þeir biðu bara eftir kalli
og síðan bara, ok, nú ætlum við að sækja styrk fyrir ykkur og þeir tóku sem sagt 13 önnur fyrirtæki með sem eru svona rosalega sterk fyrirtæki í Evrópu og þau ætla að hjálpa okkur í þessu og að því núna. Við erum búin með 1,5 ára að þessum 4 árum. Og það verður pröfað sem sagt sólasellur og vindtúrbínuna á bölkskipið og síðan verður bara sólasellur og síðan verður sett segl á þetta skip líka á bölkskipið en síðan verður pröfað hérna sólasellur og hérna vindtúrbínur á gámaflutningaskipum. Og í þessu verkefni þá erum við Sidewind sem svona hjartað í verkefninu og síðan erum við með verkfræðistofur, við erum með seglfyrirtæki, sólasellufyrirtæki, hugbúnaðarfyrirtæki og lögfræðistofur og almannatengslastofu, íslenska almannatengslastofu og vottunarfyrirtæki. Og síðan tókum við þátt í hringjöðu sem hjálpaði okkur mikið þá fengum við að kynnast þessu af því að við erum ekki í þessum geira, í þessum nýsköpunargeira og þá fengum við innsýn í hvernig frumkvöðlar hugsa. Síðan tókum við þátt í eWorld með Íslandsstofu og kynntum verkefni þar og þá vorum við að vísa ekki komið með prótótípu. Síðan hefur við fengið sviðvölduna og alls konar svona viðurkenningar. En hérna getið þið séð að þetta er myndband af túrbínu fyrir austan fjall og hún bara að framleiða rafmagn þar. Og hún er stjórnað úr háskólanum í Gdansk. Það eru myndavélar, vindmælar út allt hérna og þeir geta stjórnað henni bara að framleiða út í háskólanum og þeir leyfa líka nemendum að pröfa fikt í henni, að lóta og onlóta og núna eru nokkri stúdentar í Gdansk sem eru nota þetta sem lokaverkefni sitt í orkuverkfræði. Það er spennandi. Þetta baráttan. Já. Mér langaði að spyrja ykkur bæði kannski, að ramminn fyrir þetta þessa viðbrögð hér, þetta vistkerfi nýsköpunar og þú náttúrulega fyrir einhvern veginn bæði í þessari hringiðu og kannski með einhverja tilfinningu fyrir hvað þarf til, hvað vantar eða hvað virkar vel og hvað einhvern veginn hvernig má bæta þetta. Nú veit ég að það einhverjar pælingar í gangi með þetta nýja hús og svona. Efsta hæðin á náttúrulega að vera svona. Já, nákvæmlega. En það versta fyrir okkur í þessu var tækniþróunarsjóður, kannski að besta og versta. Tækniþróunarsjóður kemur og segir bara ok, þú mátt smíða prótótípuna. Við gefum þér bara peninga til að búa til prótótípuna en þú fær peningarna á 2 árum. Og þá þurftum við að bíða í 2 ár. Af því að við máttum ekki borga það sjálf. Við vorum alveg til í að gera það bara og fá síðan peningana. Já, þið getið gert þetta bara sjálf. Ég meina, þurfum við nokkuð styrk til þess. Þannig að við þurfum að bíða í 2 ár, safna okkur peningunum, leið og við sáum að við áttum fyrir prótótípunni, þá hófumst það þangað. Það er ekkert sérstaklega mikill stuðningur við það að gera prótótípur. Þetta er kapphlaup við tímann, Af því að vísu erum við með einkaleyfi og allt það og Arnórsafaktor er með það hjá sér, en samt töpum við 2 árum. Við varum í miklu betri stöðu, við hefðum ekki tapað þessum 2 árum. Og þetta er alveg svona stórt að við höfum sem er mjög eðlilegt að við byggðum upp, við vorum með svo öflugt kerfi fyrir hugbúnaðarþróun og þar náðum við svo svakalega langt og þar búið að kýla okkur virkilega langt fram, bara allir þessi geiri. En við erum ennþá gerum svolítið ráð fyrir því að allar lausnir séu hugbúnaðarlausnir og þá þarftu kannski bara tölvu og klárt fólk en við okkur vantar svolítið meira fyrir hardverið. Það bara er ekki. Hvernig gekk að fjármagn í hardverið? Það vilst vera óætti mál hvað fólk til að fjárfesta ykkur öppum. Já, rosalega. Það er ekkert mál. Þau skila sig eftir 5 ár. Já. Bransi sem ég kemur sem lítið sín til og fjármagn þarinn bara ómögulegt að segja já, því svo ákveðin getur svona 20 þá bara takk fyrir. Já, bless. Hvernig hefur gengið að fá pening í
í svona prototípu smíði, hardware? Við lögðum alla peningi sem við fengum frá Tækniþróunarsjóði eingöngu í prototípuna. Bara við vorum bara þar og við þurftum að nota alla þá peninga í að búa til prototípuna af því að við vissum það yrði stökkpallurinn fyrir okkur. Þannig að við vorum ekki á launum eða neinu. Ef við ert með app, sko, þá getur við verið með tölvufræðinga á launum og allt það. En í hardveri þá kostar þetta bara svo rosalega mikið. Þú ert með hlut sem að þarf að snúast, þú ert með legur hérna sem að þola 4 tonn hver og þú veist, maður þarf að pæla í öllu og þetta kostar fullt af peningum. Ég ekki bara með einhver tölvufræðing sem að ég borgar laun, sko. Ég væri bara eitthvað kostu kannski að væri jafnvel einhver annars konar sjóður sem myndi bara fókusera það að mynda fjármagna prototípur í staðan fyrir þegar Tækniþróunarsjóður svona í einhvern veginn að þróa tæknin og þróa hlutan svona áfram angaður út komin að stiga þar að geta gert eitthvað prototípur og það vantar kannski það einhvern annar sjóður sem myndi ekki frekar segja ok, nú ætlum við að smíða bara prototípur. Já. Það hefði verið gert í Noregi, sko. Ef ég hefði verið í Noregi, sko, þá hefði þeir bara, við erum með 2000 manna stofu hérna sem getur gert þetta 1,5 mánuði sem að þú ert að gera á 2 árum. Þessi prototípa til, er það ekki? Jú. Já. Hún komin, hún Hvernig hún að, hvað segir maður, að virka? Hvernig finnst þér síðan á henni miðað við aðra sambærilega tækni? Já, sko, það bara þannig að við erum með háskóla í Gittans sem að greina þetta og hún næri meira út úr sér svona heldur en venjuleg vindturbína af þessari tegund standandi uppi. Hún nýtir þrýstingin hérna og verkfræðingarnir sögðu allir þú verður að taka þaki í burtu, þetta ekki hægt, sko. En síðan kemur ljós í tölvugreiningu í CFD að þakið að búa til kraftin. Ég er ekki verkfræðingur en ég ímynda mér að það væri frekar að hjálpa að einangra fleiri skoðun. Já, en þrýstingurinn þarf að fara út en hann fer út af því að við erum með high cube gám. Þetta allt svona einhverjar rosalega pælingar en verkfræðingarnir sögðu þetta bara ómögulegt. En síðan kemur ljós, þetta mun betra heldur en þeir þorðu að vona. Og síðan það sem við erum að fara að gera núna að við ætlum að kötta hliðarnar aðeins ofar hérna. Þannig að þá fer ekki vindurinn sko á andhverfuskófluna, þannig að þá náum við miklu meira út úr henni. Og þeir reikna þetta bara út í tölvum, sko. Ég er alltaf spennt fyrir öllu sem leyfir okkur að láta þennan blessaða vind á Íslandi fara að vinna fyrir sig. Já, hann svolítið mikið. Þessi vindmylla, hún náttúrulega drepur ekki fugla og hún algjörlega hljóðlaus. Þú stendur bara við hliðina á henni og heyrir ekki neitt. Ef maður heyrir í einhverju þá það í generatornum sem hérna inni og við erum að framleiða orku og við dömpum orkunni hérna. Eyðum henni hérna. Sem svolítið leiðilegt á þeirra. Já, það leiðilegt en þá getum við líka stillt lótið og lært á hana, sko. Því að þetta hefur náttúrulega aldrei verið gert og þá eru menn alltaf að fikta í lótinu, sko. En við keyrðum þessa vindmyllur frá Reykjavík og eftir 4 klukkutíma inn í Hveragerði þá vorum við byrjað að framleiða rafmagn. Og síðan náttúrulega tókum við verkfræðingarnir við úti af því að þeir náttúrulega stilla þetta af það, sko. Og við vorum svo spennt, sko, að fyrsta deginum þá framleiðdi hún og ég var alltaf að spyrja, byrju, hvað hún að framleiða núna? Já, það var bara rólegur, hún framleiði þess að rafmagn í 20 GSM síma og þeir eru bara, af því að þeir voru að reyna að koma lótinu bara hægt og rólega upp. Síðan dag nr. 2, þá framleiðdi hún sem sagt 700 watt og ég spurði, byrju, hvað getum við gert við það? Já, þú getur verið með 3 brauðristar eða hlaðið 200 GSM síma. Síðan dag nr. 3, þá fine-tunaðu þetta og þá segðu bara, ok, hvað er með Tesluna hérna, við getum hlaðið hana núna. Og dag nr. 4, þá spurðum við hvort við verðum með aðra Teslu, af því að þá vorum við komið með rafmagn fyrir 2 Teslur. Þannig að við byrjuðum alveg rosalega rólega, af því að við vissum ekkert hvað þetta myndi þola. Það var svo ekki pæling með að búa til rafmagn fyrir hótelið þarna rétt hjá hann? Jú, það var lóðareigandi sem heimtaði þetta á þennan stað af því að hann sagðist eiga nóga landi og nóga vindi og hann að fara að búa til hótel. Hann ætlaði að gera sjálfbært hótel þar sem að útlendingur skilur ekkert eftir sig. Hvernig virkun á þessu, vantarlega gerur hún ekki neitt í lofni, hversu mikil breytileiki á virkninni eftir því hversu mikil lok er? Hún fer að stað í 1,4 metrum á sekúndu, þá fer hún á stað. Og þá kannski er hún í 200 vöttum, en það sem við ætlum að gera er að búa til batterípakk hérna undir
þannig að þá er hún að hlaða bara á nóttinni þegar vindur. Og þetta hótel sem er í gangi hérna núna, gistiheimili, það með 43 herbergjum og þeir eyða 9.000 vöttum, 9 kW á sólarhring. Og við getum alveg núlað það með 2 svona, sko. Hvað með, þú veist, ég veit ekki, einbýlishús, myndi ein svona duga fyrir einbýlishús? Já. Hversu mörg einbýlishús? Svona 1,5 til 2 einbýlishús. Einbýlishús sem ekki elda mat eða neitt svoleiðis, það kannski 700 vöttum. Já, 700 vött. Ef þú ert með 15 kW batteri, þá þetta ekkert vesen, sko. Úr hverju túrbínan sjálf gerð? Þessi gerð úr stáli og ábúðslega falleg náttúrulega, en það franskt fyrirtæki sem að framleiða hana úr plasti. Þeir eru sem sagt að reikna út hvernig þeir, og það verður gert úr kompósíti. Það sem sagt endurunnið plast úr plastflöskum frá Belgíu. Og eftirlega þetta búr utanum sem að þetta ónýtur fuglar, það kemur eitthvað líki veg fyrir að ef eitthvað kemur fyrir hana og þegar brott úr henni þá þetta ekki. Já, það verður öryggisnett fyrir, sko, en hún drepar ekki fugla og síðan náttúrulega það búið að finna næsta stað fyrir þessa og það verður líklega á Flati á Breiðafirði. Þeir eru að fá batteri pakk þar og þeim langar til að pröfa svona típu líka þar. Það er nóg að vindi þar líka. Hvað næstu skrið þau? Við erum náttúrulega í Evrópuverkefni núna og þetta verður pröfað á skipi núna eftir svona cirka 1 ár. Þeir fá 1 ár til að framleiða vængina og síðan verður þetta pröfað eftir svona 13-14 mánuði þá verður þetta pröfað á skipum, 2 skipum. Þetta verður pröfað á börkskipi og gámarflutningaskipi og það sem að börkskipin eru sko á ágeri svona meðaltalið 60 daga á ári og ekki í vinnu. Og það er svo dýrt fyrir skipunum, þannig að þeir vilja pröfa þetta á börkskipi til þess að framleiða á meðan að skipið bara hótel. En þetta myndi ekki, gæti þetta duga til að knýja skipið? Ég held þú fyrir að sýna aftur myndbandið. Ég komst að segja. En líka með skipinu, voru þið ekki með reiknilíkan þannig að skipið myndi sigla bestu leið upp á vindin að gera? Jú, síðan það í framtíðinni verður það svoleiðis, sko. Hérna er skipið. Þetta er sem sagt, þetta er bara upphafsmyndbandið af svona er sem sagt, þetta verður pröfað svona. Gámur er sem sagt ónýtur. Þessi gámur sem við erum notur núna var ónýtur og átt að henda. Tökum bara hliðarnar úr honum, setjum inn í hann sáfnýðisinn, síðan bara upp á skipið og þannig notum við hliðarvinda á. Og þeir segja að tími vindflúin að skipa sér liðin, ég ætla að sé að koma aftur. Já, við notum alltaf vindin, sko, meira þess að í gufu, skipunum, sko. Og þegar búkvélarnar gömlu voru menn voru alltaf með gaffalsegg með, sko. En, já, þú mistir að því, sko, skipið þarf 200 kW af rafmagni til þess að setja inn á kæligámana, sko. En svona bara spólar þetta og skipið vill fá hliðavind. Það vill ekki fara beint upp í vindinn. Ef öldurnar eru með vindi þá vilja þeir frekar fara í gráðið, sko. Og þarna er mesti vindurinn. Hérna er mesti vindurinn á, hann pressast náttúrulega bara hérna upp, sko. Og velocity er mest þarna, sko. Þetta var líka spennandi fyrir bara því að það er svo mikið, bara svo skemmtilegt að skip brenna aðslega mikið af olíu og alls konar. Síðan eru önnur tegundar skipum sem þetta hendar rosa vel og það eru row-row-skip, það eru roll-on, roll-off-skip eins og er hérna í Þorlákshöfn. Þá getur það bara raðað þessu upp og það aldrei að koma nálægt sem er á. Það er mjög spennandi. En hver er eitthvað svona reynsla eftir að hafa verið hjá hringiði og hvað fenguð þið út úr því? Út úr hringiði? Já, og svo tilbaka. Við náttúrulega sko vorum bara eldhúsborðinu heim með okkur, sko. Og unnum allt frá eldhúsborðinu með krakkana og yfir okkur og allt saman. Þá fengum við smá frið til þess að vera bara og náttúrulega vorum við fullt af liði sem er búin að ganga í gegnum alla þessa öldudali og svona og þeir vissu nákvæmlega í hverju við myndum lenda, sko.
við höfum ekki viljað selja neitt af þessu fyrirtæki því að sumir segja að þú eru að selja eitthvað af þessu og sumir segja ekki selja neitt. Þú ert komið með fjárfestana hérna á baki á þér bara eftir 1 ár. Þannig að við höfum haldið þessu bara alveg út af fyrir okkur við hjónin og ætlum að reyna að koma sér eins langt á sko bara á hérna brjálæðinu eins og við getum sko. En mér finnst líka Hringið að svo merkilegur hraðvall. Hún með þessa áherslu á svona loftslags- og sjálfbærni lausnir. Og hún hefur reynst mjög árangursrík sko fyrir, ég held að það séu allflestir sem hafa komið í gegnum FabLabið og byrjað með sína protótípur fara í Hringiðu. Þetta svolítið svona gott næsta skref þegar komið með svona fyrstu protótípurnar og þetta eitthvað aðeins farið að virka og þú veist að fara yfir þetta proof of concept stig, þá Hringiða mjög gagnleg. Og hún líka, hún virðist taka svolítið sko, hún virðist taka betur utan þessar lausnir sem kannski svolítið langt í að fjárfestingar fara að koma skila, já. Við höfum svolítið verið að pæla í einmitt sko annars vegar sko bara hugmynd komist bara af eldhúsborðinu og í að vera eitthvað. Já. Og svo í að vera svona kannski við færi að verða einhvers konar fyrirtæki eða þannig og svo svona líka bara hvernig það getur orðið beilinni svona fært að keppa Evrópustyrki og fara eitthvað stærra. Já. Og ég svona svolítið að velta fyrir okkur hvort að Hringiða díli vel við sko að taka hlutina alveg upp á gólfinu upp í að verða bara svona að einhverju eða hvort að hún sé betri að taka hluti sem eru svona aðeins komnir í gang og hjálpa þeim að verða einhver alvöru. Það mjög fáir hraðlar sem taka eitthvað alveg á gólfinu. Það bara, þú veist, Hringiða kannski fer lengst en það bara mjög fáir hraðlar sem taka svona hardware lausnir sem eru bara, en þú veist, jú, kannski einhverjar. Við fengum náttúrulega styrkir sko meðan við vorum í Hringiðu, þá fengum við hérna Evrópustyrkin sko. En það sem eins og ég er búinn að vera að tala við Frey og þá í Hringiðu, það vantar kannski, ég hef kannski ekkert mikið að segja við einhvern hérna 50 skills tekníkur sem ógeðslega sniður í tölvu að það þarf að draga miklu meira sko eins og Landsvirkjun og eitthvað inn í ekki eitthvað sko eitthvað tölvugaur eða eitthvað svoleiðis. Í mentorma sko. Já. Ég var kannski að tala við eitthvað tölvugaur sko sem var bjóð til eitthvað. Það mjög góð punktur sko. Alla mentorma betur að teiminu sem eru fyrir. Já og líka bara þú veist eins og HS Orku og Landsvirkjun og svona. Já, þeir fylgjast með sko. En það alltaf, þú veist, það alltaf spurningin hvað ertu búin að gera núna? Hvað framleiðir þetta? Og eins og Orkubú Vestfjarða þeir hafa mikinn áhuga þessu í gegnum Bláma og þeir eru alltaf að bíða eftir sko niðurstöðunum bara sko rannsóknarferlið er svo langt. Já. Það það sem kannski erfitt sérst í þessum lausnum. Ég sagði það að þetta eru svona 2 dauðadalir fyrir svona loftslagslausnir sem eru hardware. Þú þarft þetta proof of concept og það tekur rosalegan tíma. Og þú nærð ekkert, þú veist, fjárfestar horfa ekkert einu sinni ofan í þann dal. Þetta bara ennþá svo dýrt. Og það sem betur fyrir proof of concept fjármagn í Evrópusambandinu. Þessar Bandaríkin gerðu, þau voru með bara proof of concept center. Obama setti upp svona sjóði fyrir háskóla þar sem þeir fengu eitthvað svona 100-200 milljónir til að setja upp svona proof of concept center. Það hefur skilað mjög góðum árangri. Svo til eitthvað sem heitir Greentown Labs í Massachusetts sem mjög gott dæmi hún Paloma sem var á sviðinu í morgun, hún vinnur í Greentown Labs til dæmis, með sína hugmynd þar. Og þannig það raunar vantar aðstöðu fyrir fólk sem að gera tilraunir og prófanir. Og það þarf að geta smíðað. Og það rosalega erfitt að finna þannig aðstöðu. En núna voru að tala eins og djúptækni kjarnanna. Hvert að hans hlutverk nákvæmlega vera þarna? Getur hann einhverju leyti? Það þarf bara eitthvað að verða til. Þú veist að ég er búin að tala ég held að það sé mjög mikið vinna bak við djúptækniklassan og vonandi kemur hann, en ég er búin að heyra hann samt í 15 ár. Og þú veist... Djúptækni kjarnan kannski meira svona á molekúlar og smærra leveli. Eitt af þessu við ætlum til þess að byggja upp sem við talum eftir rannsókn nýsköpun sem kannski fókusera meira einmitt á þetta. Að kalla grófari tækni, en svona aðeins meiri tækni sem áþreifanlega tækni. Meðal annars. En þetta einmitt spurningin svo, hvað ætlum við að vera með fókusinn sko? Og sérhafa okkur og hvernig, veist, hvað ætlum við að byggja undir sko? Einhverjir af sumur Rannís-sjóðum endur í svona eða? Við náttúrulega fengum styrk frá Rannís og en eins og ég sagði áðan sko,
við þurfum að bíða í 2 ár eftir að fá styrkinn af því að þetta kapphlaup hjá okkur en tækniþjóðurinn sagði bara, þú veist, þú sé að fá þetta borgað í 2 árum í staðan fyrir kannski að bakka þess og segja bara ok, þetta kapphlaup við tímann, það búið að segja ok, þetta er að virka, leggjum áherslu á þetta og keyrum á þetta bara, hratt. Það sem ég myndi bara vilja sjá væri bara svona almennilegt samráð milli frumkvöðla sem eru í svona áþreifanlegum tækni loftslagslausnum. Við verðum að vera í loftslagslausnum, það er bara, þannig er það. Og stjórnmálafólki, þú veist, hvernig ætlum við að taka utan þennan hóp? Og að því að það er, við komumst svo stutt og faflega getur kýlt fólki að stað en svo þarf eitthvað að taka við og það er ofsalega vont að horfa bara eftir fólki út í ekkert, þú veist og en þú veist, við fylgjum svo sauma þess alltaf í gegn aftur til okkar þess að þið fara upp í tæknisetur og svo koma þið aftur og þú veist þannig að þeir eru alltaf að nýta tæknina en það er bara að það vantar eitthvað svona sem að, Það er svo áherslu að velta fyrir sér alltaf þessu hvar í virðiskeiðinni gatið og áherslu að heyra þetta frá þinni hluta fréttavara því almennt ég hugsa út frá líka bara eins og með samfélagslega nýsköpun almennt hvernig svo sem við skilgreinum hana en þá ég að tala svona út frá áskorunum samfélagsins sem borg og ríki eru svona að vinna með eitthvað sem séu mettamál, einhvers og loftslagsmál og þess að það svo mikið, við erum rosalega duglega sem fyrirstöðum en síðan bara ákveðið gat og við þurfum að átta okkur á því það er að hakka svona hraðlar og það er annir sem styrkir og síðan þurfum að fara að vaxa og skala þá kemur alveg gat þá kemur þessi svakalega döðdagur og það er svo áherslu að heyra þetta út frá einmitt með þess konar verkefni eins og þið erum með það er bara ákveðið gatvarandi proof of concept og síðan náttúrulega það sem við lendum í náttúrulega ok, nú er búið að selja þetta og allt klárt hvað er næsta skref? Þá erum komin í fennandiðar sem þú erum að tala um það er nóg að þessu og þá Áslaugarna, hún hjálpaði okkur við gátum fengið það var prófessor í orkufræðum í Háskólanum í Gdansk hann sagði bara, ég væri til í að við tókum fram úr honum, hann er búinn að vera í 11 ára að reyna að þróa eitthvað svona og síðan hitt hann frétt hann einhverjum íslenskum fáutum sem voru búin að taka fram úr honum og hann sagði bara, heyrðu, má ég ekki bara koma til ykkar? Ekki málið, en ég fæ bara ekki frí frá kennslu í háskólanum. Áslaugarna, hún bara skrifaði til háskólanum og sagði bara, við Íslendingar þurfum á þessum manni að halda næstu 10 mánuðina og hann fekk bara frí. Af því að við þurftum að finna næsta skref. En það er samt svolítið merkilegt hvað stjórnmálamenn fyrir ofta að stíga mikið inn í það ég held að sé mjög óvenjulegt Nei, en hún er búin að tala fyrir því að það vantar akkurat það er engin vitneskja vindorku á Íslandi og við sögðum bara við hana, okkur vantar hún sagði bara hvað vilja þið geri bara skrifa háskólanum og spyrja hvort það getur fengið frí af því að við borgum honum launi en hann fær bara ekki að fara frá og hann vill fara frá. En þetta einhvern góð punkt sem kemur inn á þannig að þetta náttúrulega ákveðið stæmi við hugsum út í það að innan hins opinbera mikil þekking sem dæmi bara og þannig að tala háskóla úti en innan hins opinbera almennt að við gefum ég myndi segja bara svona innri frumkvöðlum sem með ástríðu fyrir einhverjum verkum og þekkingu svigrúm til þess að fá kannski leiti eða viðurinn til þess að taka okkur verkefni áfram og það alveg svigrúm til þess að hugsa boltann líka þannig En svo virðist líka vera að íslenskir umhverfisverndar sem séu svolítið hvað segjum við, í algjörðan stríða á móti vindorku og það eins og ég mikið fyrir umhverfisvernd þá ég svolítið ósammála það og þess að gleður það mig að þið séu að finna útfærslu á þessu sem að taka á þessum ábyrgðum sem fólk hefur. En það er svolítið skemmtilegt frá því að segja að ég sótti bara þess að vera með allt saman á tæru þá sótti ég að setja niður gáma við Hveragerði, út á túni og ég fór á fund hjá Ölfus í Ölfusi og ég hringdi bara í það og spurði hvort þið mátt vera með gám þetta er svolítið sérstakur gámur byrju, hvað er þetta? Þetta er vindmylla eru stránglega bannað í Ölfusi það er bara bannað þetta er kannski ekki alveg vindmylla þetta er vindmylla í gám hvort er þetta vindmylla gámur? Þú eru ákveðið ég sagði þetta er vindmylla inn í gám það er ekki til og síðan þurfti ég að fara með
þetta hérna á fund með honum, þá bara, heyrðu, þetta bara geggjað, sko. Bara kottu bara með það. Ég veit þetta er mjög gaman að sjá þetta verða einhverju meira, sko. Ég mæli bara endilega með að heyra bara eins og í Orkuveitunni og því sem að borgin hefur ekki kannski mjög mikið af peningum beinlínis í svona, við erum í þessu höðlum og við erum að taka þátt í nýsköpunar námsmanna og eitthvað svoleiðis, við erum ekki beinlínis. En þið styrktu Fablabið sem var til þess að þetta var til. Ég þarf ekki að nefna Fablabið næst. Það sem við erum að horfa á er náttúrulega það sem þú ert að nota hérna olíu til þess að búa til rafmagn eins og á Vestfjörðum, sko. Þá þegar mesti vindurinn er á veturnar, þá er verið að brenna olíu og síðan náttúrulega eins leiðilegt og það er náttúrulega er sko fiskeldið, laxeldið, þeir eyða sko 1600 tonnum á ári í fóðupramana sína og þú getur verið með svona bara á pramma við hliðina og framleitt orku. Fóðupramma er ekkert í gangi allan sólarhringinn, hann gefur bara annað slagi að borða, en samt eyða er sko 1600 tonnum á ári. Ég held að þetta sé með töluvert tækifæri fyrir okkur hérna á Íslandi. Já, en þeir eru komin með 1 rafmagnspramma í hérna, ég held að sé í Bolungavík eða einhvers staðar hérna og það er bara snúrað í land og síðan er diesel generator út í landi. Sem er pínu klikkað. Sem er klikkað, sko. Þeir fá ekki orku í pramma. Þannig að þetta getum við bara komið inn og hérna, og ég veit að Blámi, þeir eru bara að bíða eftir bara að sjá bara þegar plastútgáfan kemur. Hvað hún gefur, sko. Ég þarf einu að hlaupa, þetta er mjög áhugaður. Gaman að sjá. Gaman að sjá þér. Já. Mér langar kannski líka bara til Fablabið, svona, þannig að núna eru þau í Breiðholti og maður er svona jákvæð áhrif bæði á samfélagi og þetta með FB þarna og svona. En sjáu þið fyrir, þú veist þessu núna eitthvað mögulegt samstarf í nýju hús eða hvernig séu þið fyrir einhvern svona vísmöndi gerðir af Fablabum og þörf á fleiri? Já, ég held að sko Fablab við getum horft á það sem bara svona ákveðið andýrað nýsköpun. Þegar þú ert að fara út í að búa til hardware-tækni. Og þannig að þú vilt kannski þannig að ég held að við séum rosalega góður inngangurinn í svona stærri setur ef við förum að hugsa til það að eins og HR er að pæla í sínu rannsóknar og nýsköpunarhúsi sem er kannski mér stærra. En svo eru Fablab út allan heim sem eru ennþá, þú veist, sem eru orðin bara þessi full scale proof of concept center eins og SolidWorks labið og MIT labið og annað. Þannig að það er allir skali á þessu og áherslan hjá okkur í Breiðholtinu er að miklu leyti á samfélagið og stemmið og allt þetta. En það er bara svo mikil þörf þannig að við erum að taka á okkur svo mikið af þessum verkefnum líka sem reyndar er geggjað og það er ábyggilega skemmtilegasti parturinn af starfinu það er að fá inn þessa frumkvöla og ná að ýta þeim að stað. En það væri bara rosalega gott að hafa ennþá öflugra lab þar sem það var hægt að koma aðeins lengra þannig að það sé öruggarðin á að hlaupa áfram. Þannig að já, það var svona.